Og áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4 sem að þessu sinni að mestu leyti tekin upp á veitingahúsinu Strikinu á Akureyri sem í hjarta bæjarins. En Svanurinn opinbert umhverfismerki Norðurlandanna og það eru nokkur fyrirtæki á Íslandi sem að hafa fengið Svansvottun. Prentsmiðjan Ásprent á Akureyri hefur fengið nýverið Svansvottun og annað fyrirtæki sem að starfar á Akureyri meðal annars ESS sem að hefur verið með Svansvottun í nokkur ár og við ætlum að ræða Svansvottunina hérna næstu mínúturnar. Anna S. Jóhannesdóttir, sviðsstjóri hjá ESS. Svansvottunin, fyrir hvað þetta nokkuð? Þetta merkis Svanurinn. Þetta náttúrulega bara fyrir umhverfisvænt allt og umhverfishæft, alla þjónustu. Það eingöngu ræstingadeild ESS sem með með Svaninn. Aðra deildir eru ekki komnar með hana. Veitingasviðið veit ég í ferli, en ræstingadeildin búin að vera með þetta síðan 2010. Guðjómar, framkvæmdastjóri Ásprents, þegar þið ákváðu að taka þetta skref, það eru ansi margar prentsmiðjur í landinu sem eru með þessa vottun, að taka þetta skref, ykkur datt þetta ekkert í huga þriðjudegi og svo kemur vottunin á miðvikudegi? Nei, þetta auðvitað talsvert langt ferli, en lokan ykkur nýðis var kannski, tók 4 mánuði og það þessi skriffinnska sem að fylgir þessu og nú kannski oft þyngsta skrefið, enda við fengum utanaðkomandi ráðgjafa til þess að aðstoða okkur þar. En við erum búin að vinna í þessu í nokkur ár, að reyna að temja okkur þau vinnubrögð og þá pappírsnotkun og þá efnanotkun sem þarf til þess að standast kröfur. En þegar listinn kom fyrst til ykkar, hvað sagði starfsfólkið? Fannst þetta vera of mikið og eitthvað óyfirstíganlegt? Já, þetta leist mönnum misvel á, en eins og segja, þetta eitthvað sem við vorum búin að stefna að, þannig að það voru allir til í að taka þátt í þessu og til eitthvað sér það sem þarf og sem betur fyrir þá búum við það hérna á Akureyri að vera tiltölulega framalega í flokkun og öðru og ýmsu sem gott fyrir umhverfið, þannig að þetta var tiltölulega auðvelt að fá starfsfólki með sér sem eru algjört lykilatriði til þess að þetta hefnist vel. Anna, hvernig gengur fyrirtækjum eins og ykkar að fá þá hreinlætisvörur og annað því líkti sem að þá með, sem að standast á gæðastaðla sem að settir eru? Það gengur bara mjög vel. Við verslum eiginlega eingöngu við einn birgi sem með alla sína vörur svansvottar og það eingöngu það sem við notum í dagleg þrif. Hvernig það til dæmis með starfsfólkið? Þið vinnið þá eftir þessu, en tekurðu eftir því að starfsfólkið fer síðan með þetta heim? Þetta dreifir út frá sér, breiðir út? Já, það gerir það alveg örugglega og ég bara get talað út frá mér sjálfri. Og það gerði ég og deili þeim boðskap. Þannig að ég held að það sé alveg öruggt að það gert. Þú hugsar út í það hvað þú ert að nota. Ykkar fyrirtæki nota væntanlega bæði þó nokkuð mikið af alls kyns hreinsiefnum. Einn liðurinn kannski í því, Ómar, að kannski tilhneigingin að nota of mikið. Já, bæði of mikið og kannski líka of sterk efni. Og ferlið auðvitað þannig að það farið í gegnum öll okkar innkaup alveg heilt ár, bæði í pappír, hreinsiefnum og raunar öllu sem við erum að nota, öll hráefni, allar rekstrarvörur og þetta allt skoðað, hvort þetta stenst kröfur og ef að raunin sú eins og við reyndar lendum í, það var eitt efni af öllu því sem við erum að nota sem við þurftum að skipta út og þá bara að finna eitthvað annað. Og það auðvitað hægt orðið að kaupa heilmikið af vörum sem eru svansmerktar eða eru innan þessara viðmiða og það það sem við þurfum að temja okkur. En svo það eitt að fá svansvottunina sjálfa. Hvernig síðan ferlið? Þurfið þið að skila skýrslum árlega til þess að viðhalda þessu öllu saman? Já, það þarf að skila alveg mjög ítarlegum skýrslum árlega. Það sem allt tilgreint
efnisnotkun og allt saman hreint. Eldsneytisnotkun, af því við erum með marga bíla og það alltaf árlega. En maður kannski spyr sig líka með svona kostnaðarlega séð, þetta aukinn kostnaður eða þetta kannski þegar uppi staðið sparnaður? Ég held ekki nokkur vafi að það felst í þessu verulega mikil sparnaður. Bæði þetta hluthæðu sem alltaf snýr að sóun, að reyna að takmarka sóun eins og hægt hvort sem þá í eins og hjá okkur í afskurði eða pappír, reyna að nota pappírstærðir sem henta mjög vel en afskurðurinn verði lítill. Nú eins og varðandi flokkun og sorpi, þá náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli eins og fyrir okkur reyna að takmarka allt almennt sorp, flokka allt sem fer í endurvinnslu. Við þurfum ekkert að greiða fyrir þann pappír sem við skila frá okkur og ekki plast, ekki bylgjupappa, en við þurfum að borga fyrir almennt sorp. Þannig að ef við náum að takmarka það, þá hægraði því. Talandi bara einmitt plastið, Íslendingar nota gríðarlegt magn af plasti, hvernig þetta hjá ykkur, minnkaði plastnotkunin? Já, plastnotkunin minnkaði því að við bara tókum mjög sterkt á eða alvarlega á því og efnisnotkunin í sápum og öðru minnkaði líka. Ég held að hef verið 40% sparnaður í efnum. En starfsfólkið hjá okkur, það tekur þetta með sér heim og það er náttúrulega verulega stór ávinningur lítur að vera. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega stór hlut að þessu. Fyrirtækin ekki annað en starfsfólki. Nei, nákvæmlega. En skýrslugerð, bara eldsneytisnotkunin, það þarf að skrá þetta allt saman. Já. Skila inn árlega, öllum svona, allri eldsneytisnotkun, pappírsnotkun, plastnotkun, öllum efnum, allt saman. En við Íslendingar til dæmis, við höfum nóg af vatni. Já. Það má kannski snúa því við, þó að við höfum nóg af því, að kannski notum við of mikið af því. Já, við lendum nú mest í því með fólk sem að vinna hjá okkur, erlendu fólki, að það vill frekar spara vatnið og nota of mikla sápu. Við þurfum að kenna þeim að minnka sápuna. Þannig að hitt bara svo sterkt í því. Svona að ykkur persónulega, Ómar, þegar þú varst að ganga í gegnum þetta, þú hefur væntanlega sjálfur lært eitthvað og tekið til þín og þá breytt einhverju? Já, það gerir það allir sem að ganga í gegnum þetta ferli. Það ekki nokkuð vafi og eins og Anna segir, maður tekur þetta með sér heim og reynir að gera enn betur þar, þannig að þetta hefur áhrif bara á allt sem maður að gera og svona bara hvernig hugsunarhátturinn reyna bæði takmarka sóun og flokka betur og hugsa betur umhverfið og bæði sjálfan sig og umhverfið, skulum við segja. Hvað segir þú, Anna? Já, við gerum það. Ég bara finn það á sjálfum mér og ég sé það á mínu fólki að við förum að hugsa betur út hérna og það bara nauðsynlegt núna. Ég segi bara til hamingju með svansóttunina bæði tvö og þakka ykkur fyrir komuna. En stjórnarformaður samtaka iðnaðarins og framkvæmdastjóri voru á Akureyri í vikunni og heimsóttu nokkur fyrirtæki og héldu síðan fund. Ég hitti stjórnarformanninn og framkvæmdastjórann á veitingahúsinu Nönnu í Hofi og ræddi við þau. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður, þið hjá samtökum iðnaðarins hafið verið á Akureyri núna í dag og heimsóttu fjölda fyrirtækja. Bara svona almennt, hvernig hljóðið í fólki? Hljóðið bara mjög gott í fólki hér á Akureyri og ég gerir ráð fyrir að það sé hér á Eyjafjarðarsvæðinu. Og það búið að vera virkilega gaman að fara hér á milli fyrirtæki í dag og kynnast ólíkum greinum og sjá hvað fólk hér að kljást við dagsdaglega. Það líka svo gaman að þetta í þriðja sinn sem að ég kem hingað á norður sem formaður og heimsæki fyrirtæki að skynja þessa sterku iðnaðarhefð sem hér og svo greinilega allt byggt á. Hér var Akureyri náttúrulega fræg á landsvísu fyrir gríðarlega mikinn iðnað, sérstaklega kannski fataiðnað og hér voru framleiddir skór man ég eftir þegar ég var stelpa og það orðin liðin tíð en það tekur alltaf eitthvað annað við. En samt sem áður byggir iðnaður hér á gömlum og góðum merg og maður finnur það svona í hjartslætti fólksins. Almar, hvernig myndir þú lýsa atvinnulífinu, eigum þá bara að segja á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu?
Já, það náttúrulega fjölbreytt og það það sem við hjá Samtökum iðnaðarins eru líka að horfa í æ meira mæli til að sinna þeirri fjölbreytni sem hér Ég held að það skipti mjög miklu máli. Í annan stað held ég að ég vilji nefna það að ég skynja mjög mikið kraft inn í fyrirtækjunum. Ég veit ekki hvort að það sé sýnilegt samfélaginu í breiðari mynd, en það mikið verið að horfa á innviði rekstrarins, verið að hlúa að starfsmannamálum og verið að gera kannski fyrirtækin hæfari til þess að takast á við þær áskoranir sem eru. Auðvitað hér til dæmis, og maður nefnir nú bara eitt dæmi, rótgróinn málmiðnaður sem hefur nú gengið í gegnum hinar ýmsu sveiflur auðvitað í gegnum tíðina, en svæðinu og landinu ákaflega mikilvægur. Þannig að það mjög ánægilegt að sjá þann kraft sem í þessum fyrirtækjum og þann svona fókus sem á því að byggja fyrirtækinu upp á því sem hefur svona raunverulegan grundvöll til langs tíma og mér sýnist nú menn vera býsna útsjónasamir í því. Fyrst við erum að tala iðnaðinn, það svolítið talað að iðnbylting, næsta kannski þá iðnbylting sé handa við hornið. Ég held við séum nú þegar komin í iðnbyltingu sem að margir vilja kalla 4. iðnbyltinguna sem hinn stafræna bylting og við getum ekkert litið fram hjá því og við gerum það heldur ekki á Samtökum iðnaðarins og þess vegna leggjum við mikla áherslu á nýsköpun og hugverkaiðnað og höfum gert honum hærra undir höfði síðustu ár því að við trúum því að við sem þjóð getum ekkert látið hjá líða að taka þátt í þeim öru tæknibreytingu sem að eiga sér stað. Og við eigum til dæmis fyrirtæki innan okkar raða sem eru komin bara langt á leið í þróun á sýndarveruleika og við erum farin að tala við sleppum ekki hendina símunum okkar, við erum farin að tala við heimilistækin okkar og þessi þróun hún mun bara aukast og verða meiri og þess vegna til dæmis að í iðnaði verða störfin flóknari og þau krefjast betri menntunar og jafnvel sérhæfðara starfsfólks. Og tækjabúnaður til dæmis í iðnaði að verða hátæknibúnaður. Þannig að mörg störf í iðnaði eru hátæknistörf. Ég veit að þið fóruð upp í verkmenntaskólann á Akureyri í dag. Svona skóli á borð við verkmenntaskólann á Akureyri, hann að undirbúa sína nemendur undir þessa iðnbyltingu? Já, ég held að hann sé að gera það að töluverðu leyti, en auðvitað VFMA í þeim sporum eins og raunar við öll að við erum svolítið að fást við þetta akkurat núna. En mér fannst nú heimsóknin til VFMA að sýna okkur það að ég held að VFMA sem verkmenntaskóli standi býsna sterkt á landsvísu og þar ekki síst því að þakka að gríðarlega gott og heilbrigt og traust samstarf á milli skólans og atvinnulífsins sem ákkurat það sem við erum að kalla eftir, að það skipti miklu máli að leiðin sé greið í báðar áttir. Það þarf að tækjavæða skólana með réttum hætti og svo framvegis og ef við tengjum það þá yfir í iðnbyltinguna þá það alveg augljóst að það verður í gegnum samstarfi við atvinnulífið sem skólanum mun takast að kenna krökkunum svona nýtt vinnulag, innleiða tækni í auknum mæli í greinar sem að taka mjög örum breytingum og það líka gríðarlegt tækifæri held ég fyrir krakkana því að þessi nýju störf þó að oft þetta bara breyting á störfum sem hafa lengi verið en þau eru meira skapandi og það reynir á aðra krafta hjá krökkunum þannig að ég held að þessi tækifæri til dæmis fyrir svæði eins og Eyjafjarðarsvæðið hvað þetta varðar að byggja hér upp iðnað á aðeins kannski öðrum forsendum við höfum gert undanfarna áratug. Hvernig, þið eru hérna undir yfirskriftinni tækifæri og áskoranir. Já, hverjar eru svona helstu áskoranir? Það auðvitað miklu auðveldara og skemmtilegra kannski að tala tækifæri en akkurat áskoranir. Það næsta spurning. Já, ef við tökum áskoranina þá eru auðvitað margþættar en við erum mjög fljót hér á svæðinu eins og reyndar á Íslandi öllu að beina sjónum okkar að innviðum. Það eru auðvitað ljóst að bæði samgönguinnviðir og það eru auðvitað vegakerfi og einnig flugsamgöngur og fleira sem kemur þar við sögu. Þetta gríðarlega mikilvægt fyrir hvers konar fyrirtækjarekstur og þar erum við kannski búin að vera allt of mikið í kyrrstöðu og það myndir mætti vera skýrari varðandi hérna framhaldið en okkur heyrist nú að Jón Gunnarsson nýr samgönguráðherra kom inn með svona nokkrum látum ef svo má segja þannig að við væntum þess að hann taki til hendinni í því. Nú annað mál auðvitað raforkuflutningar og orkuöryggi hér á svæðinu. Það setur svona ákveðin tappa á mögulega framþróun, ekki hvað síst með tillit til umhverfismála. Þannig að það er mjög mikilvægt að það fáist úrlausn í því að fyrirtæki geti byggt hér upp og verið eins og umhverfisvæn og hægt Og þar framþróun í raforkukerfinu
til dæmis eitthvað sem að við horfum til. Þannig að ef ég læt þetta tvennt nægja, þetta eru dæmi mjög mikilvægar áskoranir sem við verðum að takast á við. Hvað segir formaður SÍ tækifærin? Tækifærin liggja víða og af því eins og margir vita þá bý ég í Hveragerði, þannig að ég líti á mig sem landsbyggðarmanneskju þó ég búi í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Og ég vil árétta það að tækifæri landsbyggðarinnar eru líka gríðarlega mikil og við megum samt ekki bíða eftir því að okkur sé bara rétt þetta upp í fangið svona tiltölulega áreynslulaust. Við þurfum líka að skapa okkur tækifæri í okkar nærumhverfi og það sé ég svo víða, sérstaklega hér fyrir norðan og bara út allt land. Og það liggur fyrst og fremst í mannauði og í persónum og leikendum á hverjum stað fyrir sig. Við sjáum þetta gríðarlega uppbyggingu í kringum ferðaþjónustu og það eru margir félagsmenn okkar í iðnaðinum sem hafa notið góðs af því, meðal annars í uppbyggingu á hótelum og öðrum rekstri. En ég sé líka tækifæri að því við vorum að nefna tæknibreytingar og við vorum að tala raforkuöryggi, en við þurfum líka að vera með góðar gagnatengingar. Að það mjög erfitt og það háir mörgum fyrirtækjum og líka einstaklingum hér hringinn í kringum landið að það er bara netið að vera með gagnatengingar og ef þær eru góðar þá stoppar okkur ekkert. Rétt svona í lokin, Almar talaði raforkumál og þau skiptu miklu máli og þú varst að tala núna áðan raforkuöryggi. Bara nokkur orð raforkuöryggi við Verkmenntaskólann á Akureyri. Já, mér þótti alveg ótrúlega gaman að sjá það að okkur var sýnd skipsvél sem að Samherji gaf skólanum sem er ný og glæsileg og líklega sambærileg við það sem er í nýjum skipum í dag. Og hún sagði okkur það að Verkmenntaskólinn yrði, ég held eða hvort það sé, fjöldahjálparstöð hér á Akureyri. Og þau sagði það fyrir sér að þessi véla, ef það til hamfara kæmi, þá geti hún framleitt raforku fyrir skólan og þetta nærumhverfi sitt. Og þarna sérðu að þarna skapast svona samlegar áhrif sem eru alveg stórkostleg. Og nemendur þyrftu þá væntanlega að leysa það og finna lausnar á því hvernig að geta nýtt þessa vél bæði til kennslu en líka til brúks til góðs. Almar Guðmundsson og Guðrún Hafsteinsdóttir, þakka ykkur fyrir komunam og góða ferð suður.